Nýsköpun mikilvæg fyrir atvinnulífið þannig að hjólin nái nú að snúast. Tinna Björg Arnardóttir, verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, nýflutt hingað til Sauðárkróks og hún mun starfa fyrir Nýsköpunarmiðstöðina. Vertu velkomin. Hvaða þættir þurfa að vera til staðar þannig að nýsköpun nái nú að þróast á eðlilegan hátt? Það náttúrulega gott að hafa innviðina og hér eru ágætis innviðir, bæði hérna eins og verið þar sem þú kíktir nú við og hér góðar samgöngur, hér hingað auðvelt að komast og það fjölskrúðugt atvinnulíf, þannig að hér eru alltaf grunnstoðirnar til staðar og ekkert því til fyrirstöðu að hér myndi vera mikil gróska í nýsköpun. Þitt starf hérna, hvaða þáttum munt þú einna helst sinna? Ég mun vera með svona leiðsögn fyrir frumkvöðla sem til mín vilja leita og þá erum við að leggja áherslu á að fólk leggi svona góðan grunn og vinni aðeins í sínum áætlunum áður en það hleypur af stað í framkvæmdina og við leggjum áherslu á svona faglegan undirbúning og höfum leiðsagt fólki með það. Við munum halda einhver námskeið hérna líka og munum kannski skoða stafræna hlutan. Nú það stafræna tæknin að koma og stafræn markaðssetning. Þannig að það verður svona skoðað og svo verður unnið kannski eitthvað með starfandi fyrirtækjum og við skoðum svona hvað hér og ég á eftir að kynna mér náttúrulega alla starfsemi sem hér og sjá hvernig landið liggur en svo munum við reyna að vinna að nýsköpun í starfandi fyrirtækjum líka. Töluðu eðlismunur á frumkvöðlastarfi og svo nýsköpunarstarfi? Já, í raun, frumkvöðull kannski eðlisínu sá sem framkvæmir eins og við tölum frumkvöðla þá þetta fólk sem kannski að byrja og starta nýjum fyrirtækjum en frumkvöðull getur verið í hvaða atvinnugrein sem og að sjálfsög svona ákveðið frumkvöðla kannski hugmyndafræði og frumkvöðla einkenni sem geta líka verið í fólki sem starfandi í starfandi fyrirtækjum en nýsköpun kannski þegar þú býr til eitthvað nýtt, hvort sem það í þjónustu eða í vöruþróun og annað slíkt, þá það svona aðeins smá eðlismunur á því að nýsköpun það að skapa eitthvað nýtt en frumkvöðullinn sá sem kannski framkvæmir það. Það kannski stundum þannig að tækifærin blasa nánast við í starfandi fyrirtækjum, það bara að koma auga á tækifærin? Stundum það svoleiðis, já. Það ýmislegt sem býr kannski að baki og oft kannski sjá nýjir starfsmenn eitthvað nýtt í fyrirtækjum sem ekki hefur verið gert áður eða það verða samrunar, stundum kalla markaðan hreinlega á nýsköpun og nýjungar, stundum það aðgangur að hráefni eða aðgangur að ekki að hráefni, það ýmislegt sem getur breytt lagalega breytingar, það ýmislegt sem getur haft áhrif á starfsemi fyrirtækja og þau til þess að halda sér svona samkeppnishæfum. Og sérstaklega kannski samkeppnishæfum á alþjóðagrundvelli, þá þarftu náttúrulega alltaf að vera að skoða starfsemina og reyna að skapa eitthvað nýtt og gera eitthvað nýtt og halda þeir í svona toppformi. En hversu mikilvægt að allir hafi trú á hugmyndinni nýsköpun eða frumkvöðlinn? Það að sjálfsögðu mikilvægt. Sérstaklega kannski innan starfandi fyrirtækja, þá getur oft kannski myndast þessi við höfum alltaf gert þetta svona, þetta alltaf virkað svona hjá okkur erum við að breyta og gera eitthvað nýtt. Það svona viðhorf kannski svolítið og getur verið tekið smá tíma að vinna á því og þá þarf náttúrulega bara að fræða fólk og kenna því svona hvað það sem að breytir og hvaða breytingarnar, ég held að þetta sé oft kannski hræðsla við breytingar. Fólk þarf svona bara að vita hvaða áhrif það mann hafa og hvaða áhrif það hefur á þitt starf og allan þann svona þá hliðar. En jú, frumkvöðlar eiga oft kannski erfitt með að svona kannski, byrja. Það oft erfitt að svona koma sér fyrir á markaðnum og svona sérstaklega í upphafi. En glöggt gests augað? Já, akkurat og það mitt. Vonandi kemur maður nú auga á eitthvað hérna líka. Bæði ég og svo náttúrulega fullt af fólki alltaf að koma nýtt inn og það verður bara gaman að fylgjast með. Tinna Björg, þakka þér fyrir komuna í Atvinnupúlsinn. Takk. Næst höldum við í heimsókn til Tengils rafmagnsverktaka en Tengill til húsa í Kjarnanum sem opnaður var árið 2009 á 120 ára afmæli Kaupfélags Skagfirðinga. Tengill rúmlega 50 manna fyrirtæki í rafverktakastarfsemi og við erum staðsettir á Sauðárkróki, Blönduósi, Hvammstanga og Reykjavík
og nú í sumar þá opnuðum við starfsstöð á Akureyri. Af hverju svona margar starfsstöðvar? Já, það bara þegar maður eiginlega byrjaður á einu stað þá svo auðvelt að bæta við og þetta byrjaði nú eiginlega bara þannig að við fórum að þjónusta Míl í fjarskiptamálum og tókum við starfsstöðum hjá þeim og þá veitti það möguleika á því að bæta við og efla starfsstöðuna þar að lenda með rafvirkjum. Þannig hefur þetta aðeins svona dreift úr sér. Tengill náttúrulega svona rafvirkjataka starfsemi með nýlagnir, viðhald, þjónustu í húsum, sjávarútveginum, iðnaði og við erum með kælikerfi, við erum með hönnunarstofu hjá okkur og svo náttúrulega hefur við mikið vakning í öryggiskerfum að við erum með sérfræðinga sem vinna uppsetningu öryggiskerfum og svo náttúrulega með Sýnvirkja sem að þjónusta þessi fjarskiptafyrirtæki. Hvað gerir raflagnahönnuður? Ég sem sagt hanna stýrirásir í verksmiðjur og raflagni í íbúðarhús og til dæmis fjós, gróðurhús, brunakerfi í hús, smáspennu, háspennu, lampaplan og ýmislegt sem því kemur. Hvað máli skiptir fyrir fyrirtæki eins og Tengill að hafa mann með þessa reynslu og menntun? Já, við getum þá tekið við verkinum frá upphæði, frá byrjun og hönnun. Þetta komið á hönnunarborðið hjá arkitekt, þá dettur þetta inn til mín líka í hönnun og síðan getum ég þá fylgt verkinu eftir í fyrir rafvirkjana. Og það mjög gott að hafa aðalkosturinn að vera með í stuttum kontakti við rafvirkjana. Tryggir þetta meiri fagmennsku? Já, ég myndi alltaf það. Gísli segir að Tengill sinni nánast öllum sviðum rafmagnsmála. Starfsemin kalli því á sérhæft starfsfólk. Hann segir Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra skipta fyrirtækið mjög miklu máli. En hvar hefur verið helsti vöxturinn í fyrirtækinu síðustu ár? Hann hefur bara verið nokkuð jafn á öllum sviðum í nýlögnum og það er mikið að vera á svæðinu. Og þar hefur hann verið nokkuð mikið jafnins í vöxtur eins og við sagði áðan líka eins og þessu öryggiskerfum og síðan eins og í fjarskiptafyrirtæki, þjónustu fyrir fjarskiptafyrirtækin eins og við sagði áðan þá opnuðum við starfsstöð á Akureyri og sem kom til út af því að þeir sem við hafa þjónusta fóru fram á þess að við myndum opna starfsstöð þar og taka við þeirri þjónustu og við erum bara eins og í þeim geira erum við að þjónusta Eyjafjörðinn alveg norður á Strandi sem er náttúrulega gríðarlega stórt og mikið svæði og við tökum það með mikilli ábyrgð að þegar leitaði til okkar með svona þjónustu. Staðsetningin í Skagafirði, er það kostur eða galli að vera staðsettur norður í landi? Það er bara bæði plúsar og mínusar, en það gengur náttúrulega bara út af það að á hverjum stað er það stóla í á mannauðinn. Ég er með góða starfsmenn á öllum stöðum og það myndi aldrei ganga að vera miðstíðar því frá Sauðárkróki ef ég væri ekki með góða menn og góða mannauð alveg sama hvað starfsstöð það væri. Hvernig gengur að fá sérhæft og velmenntað fólk til starfa? Það hefur bara gengið ágætlega og hefur gengið vel í gegnum tíðina að fá gott og hægt starffólk og eins og staðinn í dag þá er ég mjög sáttur við mannauðinn sem er í Tengli. Nú hafið þið verið að ljósleiðaravæða Skagafjörð. Hvaða máli skiptir það bara fyrir rekstur fyrirtækjanna á svæðinu? Bara allar fyrirtæki skipta náttúrulega gríðarlega miklu máli að vera í góðu sambandi við umheiminn. Þetta er ekki bara tengingar á milli borga á Íslandi, þetta er bara við umheiminn og það leiðandi skipta alveg gríðarlega miklu máli. Í næsta atvinnupúlsi höldum við áfram að ræða við fólk sem þekkir vel til atvinnulífsins í Skagafirði og við heimsækjum forvitnileg fyrirtæki.